á tali hjá Hemma Gunn. Nú, gott kvöld, góði landsmenn og þið sem eru hérna hjá okkur í sjónvarpssal á þessu vorkvöldi skulum við segja og velkomin í þennan næst síðasta þátt á Dali á þessum vetri og það verður komið víða við. Það verður mikill kraftur í þessum þætti en það eru gestir mínir hér, mjög kröftugir, frískir, fjörugir að mér skilst. Þeir eru skemmtileg blanda. Það er í fyrsta lagi starffólk á skrifstofu Ríkisspítalana. Það eru sérstakar gufubaðsystur sem, og hver veit nema ég fái boðs með að þangað einhvern tímann. Og svo er hér fullt af öðru úrvalsfólki, en sérstaklega bjóðum við ykkur velkomin að sjóna á skjánum land allt. Og ég ætla að athuga hvort að þið og þetta fólk hér í salnum er ekki eins og veðrið í góðu lagi í kvöld. Er þið í góðu skapi? Svona verður þetta nefnilega. Þessi þáttur verður svona með trukki og dífu eins og sagt er og við fáum marga skemmtilega gesti í heimsókn og nægir þar að nefna. Við verðum með 3 hljómsveitir, eina splunkunýja, eina mjög fræga og eina heimsfræga og þunga. Þyngstu hljómsveit í heimi. Nýkomnir og verða að rúlla þeim inn í húsin. Nú, síðan verður falda myndavélinn á sínum stað, ekki á sínum stað, á nýjum stað og sitt hvað fleira. Nú, hvað á ég að nefna? Við tökum fyrir mál vikunar, við fáum listans, við fáum strákana sem ætla að keppa titilinn Herra Ísland. Svona, þeir koma á eftir en eins og venjulega. Og fyrir þessa 3 sem ekki þola það, þá ger ég það sérstaklega í kvöld. Kynni hljómsveitina. Ég næði þetta skipt í vetur. Á gítar er Villi. Bassaleikarin er Finnbogi. Og trommuleikari Gunnar. Afslappaður að austan, Kristinn Svavarsson á saxofón. Og eins og hinni ljúlingarnir þá er Magnús Kjartansson mikill ljúlingur og hann leikur á hljómborð, gjörðu svo vel. Já, sem sagt, framundan svona 1 klukkustund af dundrandi stuði, skulum við vona. Sérstaklega fyrir þá sem þegar hafa ákveðið að hafa þetta í góðu lagi eins og við hér í sjónvarpssal og láta ekkert fara í taugarnar á okkur, enda engin tími til þess. Nú er að vora og sem fyrir vorið á vængjum yfir flóan. Nú, ég nefndi að undir lokin fæ ég þyngstu hljómsveit í heimi og þá leitaði ég að einum þyngsta presti á Íslandi. Ég leitaði, þangað til ég fann, jú, hann kemur núna. Bjóðu velkominn, séra Pétur Mokk. Blessaðu Pétur og velkomin. Brosandi bara út af eyrum. Já. Heyrðu, ég má þetta náttúrulega ekki. Ég er að byrja þáttinn. Já, ég meina sko, það er eitthvað ósamræmi í þessu hjá þér, Hermann, því að þú segir hér einn af þyngst og þú sagðir við mig í þáttinn þegar ég sagði, af hverju ætlarðu að bjóða mér? Og þá sagðir þú ert svo léttur. Já, þetta er ein af þessum aðferðum mínu til að fá fólk til að koma. Já, svoleiðis, já. En með fullri virðingu að þú skammast þín ekkert fyrir að vera svona, að vaxið svolítið í vestur og vera svona... Og austur. Já, nei, það er einmitt svona, er það ekki bara hraustleikamerki? Jú, er það ekki? Jú, ég held að... Það er aldrei of mikið af mér heldur, sko. Nú, ekki meira þetta. Þú ert þekktur fyrir að vera gamansamur klerkur, en mér skilst að flestir prestar vilja hafa brauð. Hvað er þitt? Þeir segja að við setjum í vínarbrauðinu. Ég var vígður til starfs meðal alkohólista og starfaði lengst af hjá S.A. og hefur nú ekki reynda gert það núna í tæpt ár. Já, og þú er starfað sem sagt lengi, er það ekki líka áfengisvarnarmálum? Jú, það eru 10 ár, 11 ár. Hvað fannst þér þá komu bjórsins? Ég má setja það svona í guðfræðilegan pakka, þá held ég nú að umfjöllurinn sem að var, sko, að endurkoma Jesú Krist, hún hefði nú ekki fengið meira umfjöllun, held ég, sko. Þannig að þetta leit út svona eins og þetta ætti að vera og í umtalina þetta væri
einhver allsherjar lausn og allsherjar frelsun á einhverju frá einhverju. En ég sem búinn að vinna við þetta í hinum megin við borðið, skulum við segja, í 10-11 ár, að ég óskaplega hræddur, sko. Óskaplega hræddur. Nú, þú ert hérna bæði sem prestur og þú veist sem áfengisvarnar maður og sem skemmtikraftur, get ég sagt. Hvað trúarlíf, örstutt trúarlíf? Stundum hefur verið beðin að ræða örlítið trúarlíf í þessum þáttum. Já. Hvernig það hjá okkur Íslendingum sem erum á mikilli ferð í þessu lífsgæða kapplaupi? Hefur nokkur tíma til þess að spá í svoleiðis hluti? Ég veit ekki, ég heyrði nú mann daginn segja að mér finnst það nokkuð gott að trúin eða kirkjan hjá okkur Íslendingu sé svona eins og Slysavarnafélagið. Að við viljum að sé þarna þegar við þurfum á því að halda. Já. En svona þess á milli þá nú ekki kannski mikil tengslar við, og það má segja að kirkjan sjálf, hún sem stofnun, hún grípi, finnst mér ekki nógu mikið þau tækifæri sem henni gefast. Eins og ég hefði viljað sjá kirkjunar menn taka andköf yfir þessu, að því vorum að tala um bjórinn. Það er nýs afstanar fermingar. 99,9% af þeim unglingur sem koma til fermingar fræðslunar í heilan vetur, þeir sjást þar ekkert fyrstu messu eftir fermingu og koma síðan ekkert fyrir en aftur þegar þeir láta gifta sig eða slíkt. Sko. Kirkjan nær sem sagt ekki nógu vel til fólksins? Hún nær á vissan hátt, en ég held hún haldi því ekki. Það er líka yfir 90% af fólki sem giftir sig í kirkju. Þannig að hún nær til fólksins með sumt en heldur síðan ekki í það eða illa í það. Ég held að það hafi verið góð, þegar ég var vígður í desember 81, það var fyrsta vígslan sem að herra Pétur vígði eftir að hann varð biskup. Að þá vorum við vorum enda 3 sem voru vígð, en við vorum vígð sem svona dálítið fatlaðir prestar. Ég annars vegar í þetta mitt sérsvið og hins vegar séra Míakó Þórðarson sem var vígð sem prestur heyrnarlausa. Og þá var sóknin var ekki svona landfræðilegt fyrirbrigði, heldur var þetta klofið svolítið upp og tala við ákveðna hópa. Þetta held ég að við megi gera miklu meira til þess að ná ákveðnum. Jæja, nóg þetta. Þú hefur komið áður í sjónvarp, Pétur. Sagði mér ekki að hafa því. Þú hefur heyrt á tala okkar Helgu hérna, sem hérna sviðstjóri. Það var þannig að ég held að verið í nóvember eða desember 76 sem að ég var hérna með hugvekjur í sjónvarpinu. Og var þá nýbúinn með háskólanámið og ég satt hérna í horninu og var að tala eitthvað svona hvað Guð vildi og hvernig þetta væri og allt það. Þá hrundi innréttingin ofan á mig. Það var svona einhver eftirlíking af Valþjófsstaðahurðinni og hún kom bara niður. Ég sá ekkert eða heyrði nema ég heyrði svona 2-3 tæknimenn voru á innsoginu þarna í kringum mig og svona og einn sagði held ég, þar fekk hann svarið það hvað Guð vill, sko. Þú kannt margar gamansögur svona trúarlegs eðlis. Hvernig hafa svona þínir starfsbræður tekið því? Vel svona, jú, menn verður nú að hafa húmor fyrir sjálfum sér, sko. Já, nefndu mér eitthvað. Já, þetta byrjaði nú eiginlega í guðfræðideildinni þegar að því að við vorum á sama gangi þarna í suðurhlutanum og lögfræðideildin. Og ég man eftir einum góðum þaðan að það var lögfræðinginn sem að dó og kom til himna. Þetta var svona á þriðjudegi fyrir hádegi og Sankti Pétur segir við hann sko, já, nafn og hann fær það upp og hann flett upp og þá lítur Pétur svona yfir gleraugun og segir, já, lögfræðingur, já. Heyrðu, þú voru að bíða aðeins, segir Pétur. Heyrðu, fáðu bara sætið hann á bekknum og ég kalli þig. Nú, heyrðu, það alltaf fólk að fara þarna inn. Já, við verðum að gera klárt fyrir þig. Já, hann situr hann fram að hádegi og svona og segir svo, heyrðu, ekki að koma að mér, það alltaf fólk að fara inn og það hérna býttu, þú að býða ról, heyrðu, ég skal bara láta senda þig samloku og farðu bara hann að bekkja hann gott veður, farðu í sólbað og hafðu þetta svona huggulegt, bara meðan, það kemur. Og svo fara menn inn og þá sér hann svona upp úr eittleitinu að páfinn í Róm í röðinni. Og hann, hafði aldrei séð páfann, stekkur upp og svona eins og Íslendingar síður að horfa svona fræga menn og hann sér hann hverfa inn hlið og honum vísa bara í fyrstu dyr til hægri og það bara svona smá kames, bara svona 1,50 svona 3, trébetti og tréstóll og eitthvað svona og hann sér, heyrðu, þetta nú all himnaríkisvistin og svona páfinn fær bara svona eitthvað bara smá kames.
svo býður hann og hann nú var hann að ókýra svona upp á kaffileitin og þá segir þeir, nú ert alveg að koma og svo kemur hann og Pétur bara lætur leysa sig af í hliðin og fer sjálfur með honum inn og það bara farið upp á háalofti einhverstaðar og það bara 3 herbergja svíta með nuddpott í baðinu og víti og öllum lúxus sem hægt var að hugsa sér. Og þá segir lögfræðingur, heyrðu, þetta ekki einhver misskilningur? Nei, okkur heldur það. Já, páfinn, hann fær bara eitthvað smá kompu þarna eitthvað svona. Já, blessa góði, sagði Pétur. Við erum alltaf að fá páfa, en þú ert fyrsti lögfræðingurinn. Það var þetta sem ég vildi nú. En að lokum þá ég veit að þú ert mikið fyrir gátur, Pétur, og svona. Og ég var nú að reyna að muna eftir einhverja gátur sem leggja fyrir því svona undir lokin. Ég til dæmis þessi, hvað er þetta, Pétur? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Ég veit það ekki. Þetta er prestakall. Þá færðu aðra. Já. Hvað er líkt með vegaskilti og presti? Vegaskilti og presti? Já. Ég veit það ekki. Það vísar veginn en fer hann ekki sjálf. Þetta var séra Pétur Mock og ég þakka þér kærlega. Já, þetta var séra Pétur Mock, eldhress og kátur. En þá er komið að fyrsta tónlistar viðburðinu hjá okkur í kvöld og það er alveg splunkun í hljómsveit. Það eru ungir strákar sem hafa verið að leika saman núna í tæpt ár og eru svona að hugsa að fara að senda frá sér hljómplötu. Þeir eru greinilega að reyna eitthvað nýtt og eru áreiðanlega fullrar athygli verðir. Nú, þeir nefna sig Eftirlitið og þeir ætla að flytja okkur lag sem að þeir nefna Lokað sund. Hvort sem að það er eitthvað sem að unglingarnir hafa svona í huga. En það eru þeir Davíð Freyr og Gunnar Þór, meðlimir sem að sömduðu lagið og það var Gunnar sem að Davíð Freyr sem samdi textan. Og þá ætla ég að biðja ykkur að taka vel á móti þeim hér í sjónvarpssal Eftirlitinu með Lokað sund. Gjörðu svo vel. Ég beygð út af veginum inn í lokað sund. Þeir stóðu fyrir framan bílinn, lítill og stór. Hverjir, það hef enga hugmynd um. Hjartað sló hraðar og hraðar, ég varð að komast burt. Ég hló vandræðarlega, það hlaut að komast Ég var lamin í höfuðið með skrýtnum hlut. Ég mátti bíða, þeir ætluðu að ráða sínum hag. Ég skelldist þeirra stóra hund. Hjartað sló hraðar og hraðar, ég varð að komast burt. Ég hló vandræðarlega, það hlaut að komast Ég beygð út af veginum inn í lokað sund. Þeir stóðu fyrir framan bílinn, lítill og stór. Hverjir, það hef ég enga hugmynd um. Hjartað sló hraðar og hraðar, ég óttaðist þennan fund.
Ég hló vandræðarlega, það hlaut að komast upp. Þetta var hljómsveitin Eftirlitið sem að söng okkur þarna lag sem að nefndu Lokað sund. Nú, það stundum sem að beðið að fá dansatriði en sviðið okkar hér því miður kannski ekki alveg nógu stórt til þess að rúma svona mjög fyrirferðarmikinn dans. En ég hins vegar bað 2 meðlimi úr íslenska dansflokknum að semja fyrir okkur, fyrir þetta svið okkar hér, sérstakann dans. Þau urðu vel við því og þau Lára Stefánsdóttir og Hani Hadaya sem kemur frá Austurríki. Þau eru bæði sem sagt í íslenska dansflokknum og þau sömdu dans með svona listrænu ívafi. Þetta bæði dans og leikur, við getum kallað þetta danskt leik og til þess að vera hátíðlegir og þá getum við nefnt þetta bara til dæmis barflugurnar. Þau sögðu ég geti nefnt þetta hvað sem væri en ég ætla að biðja ykkur að bjóða þau sérstaklega velkomin. Tökum vel á móti Lára Stefánsdóttir og Hani Hadaya. Distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know, where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden, I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, "Why do you always end up down at Nick's Cafe?" I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, "Hang the rich." Catch the blue train, place that's never been before. Look for me somewhere down the crazy river. Take a picture of this. The
fields are empty, abandoned 59 Chevy. Laying in the back seat listening to Little Willie John. Yeah, that's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madam X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me. I'm a man with clear destination. I'm a man with broad imagination. You fog the mind, you stir the soul. I can't find no control. Wait, did you hear that? Oh, this is sure stirring up some ghosts for me. She said there's one thing you gotta learn, is not to be afraid of it. I said, no, I like it. I like it, it's good. She said, you like it now, but you'll learn to love it later. Þetta voru Lára Stefánsdóttir og Hani Hadaya úr Íslenska dansflokknum sem dönsuðu þetta fyrir okkur og nefndu þetta Barflugurnar. Það gerum við. Og þá komið að söngvarakeppnin okkar. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að við höfum verið með alls konar keppni í vetur og það var brandarakeppnin af myndböndum og við höfum ákveðið að bíða með úrslitin í þeirri keppni þar til í síðasta þættunum að hálfu mánuði liðnum og þá eru fyrstu verðlaunin verða þau veitt og það eru fullkomnustu myndbands upptökutæki af JVC gerð og önnur verðlaun líka og síðan ætlum við þá líka að þá kom úrslit í söngvarakeppninni. Það er sérstök dómnefnd. Nú það eru 6 stúlkur í úrslitum og það á eftir að kynna 2 og það er röðinni komin að þeim og þetta er aldeilis stórkostlegt að þær syngja hér í beinni útsendingu, vera að stíga sín fyrstu spor og það sem að einnig má telja þeim til tekna að þær ráðast ekkert á garðin þar sem hann er lægstur þegar að velja sér lög. Það er verið að velja erfiðustu lög sem hægt er að ná í, svona íslensk. En það er komið að ungri stúlku sem að ætlar að syngja lag Gunnars Þórðarssonar, Skot í myrkri, sem er af ágætri plötu Gunnars, Himinn og jörð. Og þetta Skot í myrkri ætlar hún að syngja keppandi númer 5 sem er Guðrún Norðfjörð og við bjóðum hana velkomna! Strax svo þú komst á minn fund
Haldið. Standast stelpurnar mæta hér galvaskar í beina útsendingu sem að mörgum frægum söngvarannum yrði jafnvel megn. Og þetta var Guðrún Norðfjörð sem söng lagið Skot í myrkri eftir Gunnar Þórðarson. Það komið að sjötta og síðasta keppandanum í þessari söngvarakeppni okkar sem var fyrst og fremst ætluð til þess að gefa ungu fólki land allt tækifæri til að koma fram í sjónvarpinu ykkar nákvæmlega. Og sjötta stúlkan sem kemur í úrslitin Kolbrún Hjálmtýsdóttir. Hún ætlar að syngja lagið Bragga Blues sem eftir Magnús Eiríksson en syngja lagið í útsetningu þess mikla dægurlaga höfundar Gunnars Þórðarssonar eins og hann útbjó setninguna fyrir Bubba Mortens á sínu tíma. En Kolbrún Hjálmtýsdóttir hingað komin og gefur henni gott klapp! Þetta var Kolbrún Hjálmtýsdóttir sem söng lagið Bragga Blues eftir Magnús Eiríksson í útsetningu Gunnars Þórðarssonar. Og þar með höfum við heyrt í öllum þeim 6 stúlkum sem komist í úrslit og nú verður það spennandi í síðasta þættinum úrslit. Takk fyrir. Nú, en það hefur nú ekki farið fram hjá að við erum óskaplega fallegt fólk, Íslendingar. Finnstu hvað ekki? Að við erum búin að eignast alheimsdrottningar og strákar, kallremban, hún gerði náttúrulega fljótt vart við sig og kallmenn urðu að velja sér sína konga. Þeir gátu ekki kvenfólkinu að vera með þetta í friði og nú haldin keppni Herra Ísland með pomp og prakt. Og mér skilst að þetta sé önnur eða þriðja keppnin sem haldin verður á annað kvöldi með Hótel Íslandi og þá eru margir kallaðir og mér finnst að sjá þessa heiðusmenn
fá þá hingað, þeir sögðust vera til í allt nema sjálfsmorð og vildu koma hingað og ég sagði þeim líka að ég yrði svona hálfanstíkilegur, ég myndi leggja fyrir þá einhverja þraut og þeir gengust inn á það, þeir viti ekkert hvað það það er ágætt líka en ég ætla að byrja ykkur að taka á móti strákunum sem keppa til úrslitum titilinn Herra Ísland, gott hjá þeim og ég ætla að kalla þá inn í þeirri röð bara sem ég ganga inn núna, köllum þá einn af og takið þið vel á móti fyrir sjónvarpssal. Stelpur, hvað eru þið? Halló! Og það er Gunnar er fyrstur Mér langar líka að sjá. Já, þetta eru þeir. Hvað segir þetta stelpur? Úr með þá var það ekki. Já, úr með ykkur. Þetta eru strákarnir sem keppa til úrslita Herra Ísland. Ég held við verðum að fá vélarnar svolítið á strákana áður en við skellum þeim í smá leik. Ég ætla að vera hérna á bakvið, ég ætla ekki að vera í keppninni hérna. Ég er ekki í keppninni, Magnús. Og veit hvað vélarnar, já, og nú fara vélarnar á þá alveg svolítið spengilegi strákar, hressir og kátir og lífsgleðina leiðarljósi sögðuðu mér í dag. Má sjá baki hérna, já, það var skemmtilegt. Nú, þá skulum við fara í þennan leik og ég ætla að biðja ykkur að fá okkur sæti, strákar minnir. Nú fáðu okkur sæti. Hérna er mér smá kók, ef þið vildið láta þetta ganga, allir fá eina kók. Mér er sagt að fyrir svona fegurðarsamkeppni þá þurfa að skera sig eða hvað það heitir allt saman, að hafa vöðvana stælta og þeir eru allir brúnir og verið á Spáni allan vetur. Og þess vegna kom ég hérna með kók og vita hvernig takið þetta svo alvarlega og síðan ætla ég að bjóða ykkur hérna upp á svona voðalega huggulega svona kókosbólu svona. Já, ég ætla að bjóða ykkur að láta bakkan ganga. Það eru 2 á mann, eins og Kristján hjá þeim spaukstofumönnum myndi segja, það er svona kókosbóls, svona típiska svolítið. Já, allir fá 2 spólur. Þetta er alveg rosalegi kroppar, en þá eftir að breytast. Nú strákar, þetta er ægilega auðvelt, þetta er smá, já ég ætla að fá eftir. Þetta er í því fólkið, ég var með kappát í fyrra þegar við vorum að þreifa okkur áfram með þessa þætti og það stóð í 9 mínútur og sá þáttur varði eiginlega allt kvöldið. Nú ætla ég að afsanna þetta þurfa að vera svona langt. Það er 1 kók og 2 kókosbólur á mann og þetta er kappát, sá sem sigrar verður mjög líklega Herra Ísland, ég veit ekki. En takið ykkur stöðustrákar, Maggi tilbúin með og þið strákar í músíkina, allt brjála, og ég segi svo alveg eins og 100 metra hlaupinu, takið ykkur stöð, nei, ekki svindla þetta, svona er þetta. Jæja, takið ykkur stöðu viðbúin og byrja og gefa þeim klapp núna. Já, og drekka kókið með. Já, og kókið drekka kókið með. Þetta eru 2 kókosbólur. Áfram, hald ég, drekka. Það er rétt þetta. Áfram strákar. Áfram svona, þetta er mjög skemmtilegt. Já. Hann er komið hérna á fyrstu braut, jú, hann er að ná þessu hérna á endanum. Og svo, þetta er eitthvað sem ekki á að vera hægt að taka 2 kókosbólur og kók og klára. Duglegir strákar. 1 fyrir mömmu. Já. Hann er. Og bingo! Ekki hvorar á undan, sást það ekki, þeir eru jafnir. Þið 2. Allir þið að standa á fætur, þið 2 í jafntefli. Voðalega er þetta hugulegt í kringum ykkur hérna. Jæja, þá fóru línurnar. Og þú heitir? Gunnar. Er þetta ekki bara sjálfsagt mál að þið takið þátt í svona fegurðarsamkeppni og verður bara hessir? Jú, mér finnst það bara eiga mjög mikið rétt á sig.
Og hvaða möguleika sjáu þið í að taka þá svona keppni upp á framtíð? Já, það getur kannski veitt okkur atvinnumöguleika og sem sagt, það bætir okkur upp í umgang, sem sagt umgengin við annað fólk og... Atvinnumöguleika, ég menna þá hjálpar á vestæði eða? Nei, bara grín í mér sko. Þú varst líka sigurvegari og þú heitir? Sölvi Fannar Viðarsson. Sölvi hvað? Fannar Viðarsson. Já, var það nokkuð erfitt? Já, svona. Hvað er? Já, þetta var... Ég var með smá... Sull allt út hérna. Þetta, ég var að koma, það eru sigurvegarar. Það var að koma hérna til hans, þið eru 2 sigurvegarar. Orðin grút skítugur, sko. Já, maður sjá. Sjá þetta, farðu upp úr svonum. Já, nei, já, látt ekki svona. Kom bara fram Þetta eru skítum. sigurvegarar. Ef ekki að gefa einn gott klapp hérna. Góðu sér vel. Góðu sér vel. Guð, sjáðu hvernig þetta er. Já. Hæ? Og hvað? Grút sullað. Komin ístra og allt í. Já, já. Verðu, við erum búin að gefa hann gott klapp. Aðeins að fara með á fram, skiptum skílu. Já, verðu, hvað er þú að fara fram með? Ég sé búningana, hvað er það Það er að fara á morgun og sjá þá kannski. Ég sé þetta. Nú, ert þú með þessa Og ert ekki keppni? skipta það þessu? Nú, ég ætla að fá hann bara sæti. Já, strákar, Strákar, þakka ykkur kærlega fyrir. Svo. Erum við gott par? Já, ég sá þér þetta alltaf. Þú eru ekki að láta sjá það með mér úti. Já, og hvað, segir þið? Mér langar til að bjóða ykkur hérna, herra Ísland. Hæ? Bara einn miðamann. Já, Komið ég saman. er með þessa miða. Ég fer bara einn. Nei, það er þú einn. Hvað helst ég væri? Það er þið. Er ég ekki kvenmaður eða hvað? Hvað er þetta? Er ég ekki kvenmaður eða hvað? Fyrir einn sem kvenmaður. Ekki með þér. Bulla einn hann. Hvað var þetta? Mismæltir þið bara? Mismælt mér ekki kvenmaður eða hvað? Jú. Það er blómtýrin hérna. Ekki frá mér. Nú, frá Og taka það fram. Nú? Nú alls ekki frá okkur í drósinni. Ég ætla að fá okkur blóm og eitthvað svona frá okkur kvenfólki. Alls konar. Heyrðu, hvað ertu með þarna? Nú það er bréf Til þín? til Hemmogun og Elsu Lund. Við þurfum að vera, við ætlum að nota tækifærið, við þurfum að rífa þetta upp og svona óvæntar sendingar, að þakka öll þessi bréf sem við höfum fengið hvaðanæfa af landinu og Sjáðu þetta? þetta er til Elsu Lund. Elsku Elsa mín. Þegiðu með ég er að tala. Elsku Elsa mín, alltaf ertu sæt og fín. Já, Þegar þú brosir út í annað, já, og þegar Hermann liggur í híólín, hvað er myndir? Og þegar Hermann veit hvað er bannað, já, þú verður ekki vitað að hinga til hvað er bannað? Jú. Nei, jú, alltaf. ekki þegar ég er annars vegar. Og hver sendur þetta? PS, hvernig gekk í Færeyjum? Þú ættir fara að segja það. Eistan á, þú mannstur honum? Ég man eftir honum, við erum ekki ræðið Það er það. svo dórulegt nafn. Kær kveðja frá Óskari Margeirssyni til Elsu og Hemma. Já, 1. mars 89, Óskar Margeirsson. já, hann kom hérna með þetta í dag. Alveg Já, af hverju sagði elskulegu hann ekki frá strákur þessu? og við ætlum að senda sérstaka kveðjur til þín. Hann er mikill vinnur okkar og hann kom hérna í dag. En þetta er til þín Elsa mín og þetta er til Elsu Lund, sóma íslensku... Nei, bullið. Já, lest þetta Sóma- uppátt. Já, nei, til Elsu Lund, sóma íslensku kvenþjóðarinnar frá 9 haffiskum blómarósum á besta aldri. Gjör það vel! Það, Já! takk fyrir. En Ég er búin að segja þér þetta. þetta er svo, en í Þetta var dag... bara þú sem væri svona að vísa til það. Nei, þú ert búinn að fá, ég let senda þetta. Og miði. En þér er bréf Þú kemur ekki sem með er það. ansi merkilegt Nú, hvað er þetta? og það kom í dag. Elsa Lund og Hermann Gunnarsson, þar sem við hjá Ingvari og Sonum HF höfum fylgst með ykkur í vetur og þykjum sjá í hvað stefnir, viljum við endilega Sjá leggja... í hvað stefnir Já, hvað? hjá okkur. Skrifaði þú þetta eitthvað? Nei, þeir... Sjá Þetta í... sé gifting eða hvað? Þeir vilja... Þá vilja þær endilega leggja sitt að mörkum og til að samband ykkar endi sem lengst og verði sem best. Já, bullið. Því, já, þetta er allt í tómri vitleysu. Við förum í það á eftir. Ertu ekki með lykilinn? Já, ég er nýbúinn að fá hann.
Já, nýbúin að fá hann, já. Því höfum við ákveðið að gefa ykkur hjónarúm með vastínu að verðmæti 77.275. Guðminn almáttugur. Sko, Já, heyrðu. ég er nýbúin að gefa þér vassrúm Já. og það stendur hérna. Ef Þú þið ert líka sjáið, rétt búin að eyðileggja aftur. ekki þetta. Ha, ekki hvað? Ekki tala um það. Ef þið sjáu ykkur ekki fært að nýta rúmi, leggjum við til að þið gefið það einhverju góðgerastofnu. Við getum þá í staðinn látið 3 einstaklingsrúm með önnur húsgögn frá okkur að svipuðu verðmæti sem betur henta í viðkomandi stofnun. Já. Og við ákváðum í dag við Elsa, það eru að það voru mörg félagin sem komið til greina og við erum að velja eitthvað, við gefum bara eitthvað annað næst. En við fengum ákváðum að gefa þetta til Reykjadals þar sem styrktarfélag lamar og fallara er að byggja og sárlega vantar þar einhver aðstóð og fáum hingað formann félagsins Pál Svavarsson. Kemur Pál. Gjörðu svona hérna með, gjörðu svona. Gjörðu svo, hvað sætti? Velkomin Pál. Sýndaði kæti. Voðalegu suppuskapur hérna. Já, Já, þetta er Hermann. Jæja Pál minn, við Alltaf ykkur að ég var að segja keppni. að Og svona, við ætlum... sull allt út, eyðileggja skilurinn hjá strákunum og svona. Já, ég segi það bara. Heyrðu, þetta er hann Það var reynd að... Þetta er hann Bara, Pál. neftu, ég var að sauma á ný föt. Alltaf eins og drusla. Hvernig finnst þér þetta? Hvernig finnst þér mín? Það er skvöð. Akkur þú ekki svona lekkar? Þú saumar Alltaf eins og drusli. Já, sama hvað ég sauma út, svo drusli í öllu. Heyrðu, Sama hvað það er. Pál, hvað eru þið að gera þarna í Reykjadal? Við erum að byggja Og hvað? nýtt barnaheimili fyrir fötluð börn. Já, og hvernig gengur það? Það myndi ganga mjög vel ef við ættum peninga. Já, það vantar. Já, og það vantar alltaf peninga til þess. Já. Alltaf var smá pening. Já, ég var að heyra Það það. er það. Ég ætla að afhenda þetta hérna- hérna frá okkur Elsu og þetta er 77.000 og eitthvað hjá Ingvar og sonum og þið fáu ykkur bara rúm fyrir aurinn. Gjörðu svo vel. Skilaðu góðri kveðju til allra sem þarna eru innan því félags og Ég njótið þakka bara kærlega fyrir hönd félagsins. Þetta var frábært. Mánu bara getur notað þetta. Eða fyrir. Sæðastu mín, Hvað þú segir varst upp að það hefur verið orðið að samkomulagi að þú erðir ekki með í söngvarakeppninni. Já, Hemmi. ég gat ekki, Það var annars sem þú sagði í gærkvöldi. það var eina sem var Þá var alltaf dómnefnd. plataður. Þeir sögðu, Elsa mín. dómnefnd sagði, Dómnefnd sagði, já. já, Ég mér þú alveg varst sama hvað með hann segir. útlent lag. Útlent lag? Já. Já, þú veist að vel ég kom með annar lag. Nú, hvað er það? Ram Íslensk. Geturðu sýnt okkur það? Get ég skufu, já. Þá færðu allra Ég er búinn að æfa þetta. Ég var að gefa henni tækifæri til að vera með. Jæja, Sko, ég sagði þér það. Ég sagði þér, ég ætti að vinna þessa keppni og ekkert svona strákar. Og síðast, þetta klikkaði bara út af því að Magnús Kjartansson. Já, ég ætla að láta þið heyra það. Magnús Kjartansson spilaði lagið Ramfalst. Jú, já, ég hef mér datt þetta í hug. og til þess að ég kom í veg fyrir það, þá ætla ég að spila undir sjálf. Ef ekki að gefa Elsa annað klapp í þetta. Góði gestir. Já, ekkert að hlæja neitt af því. Nú er að standa sig bara. Standa sig hvað? Góði gestir, ég ætla að finna lagið Vorið er komið og Grundin og gróa. Þetta er Ram Íslensk lag. Já, og spila almennilega, svolítið fótið í. Vorið er komið og Grundin og gróa. Geirinn og lækinn og foss og bró. Stingur í runni og seng kemur lóa. Hörðin, bílum og fröslu í tún. Nú tekur hérna hólm og sker. Hreðra sig blikið og æðurinn fer. Hæðinn brosa og líðan að tala. Nóan fari og rekur í ból. Til enga til að bala. Börnin sem leika í skerjum og hól. Hvað var þetta að þýða? Villi, ég hefði nú aldrei trúað þessu upp á þig. Komdu með lykilinn þá.
svona laga. Já, passa þú þig. Tek lykilinn að þenn næst. Guð, nú áttu að eigða ekkert að líka fyrir mér. Elsa, þetta var Þessir frábært. hljómsveitargæjar. Segðu mér eitt. Frábært! Já. Þetta var svoleiðis eftir, þetta átti að vera gífilega fallið sóló, svo ætti ég að taka aftur. Vel spilað. En hvað var þetta? Hvaða líkill er þetta? Hafðu bara auka lykil. Það veitir ekkert á þetta alltaf með tíma. Er allur bærin komið með lykla? Allur bærin, hvað áttu við? Er Maggi, Villi? Já, þeir eru bara, Villi, hann fekk nú bara lykil, hann var að skipta bara peru hjá mér. Var hann að skipta peru? Já, hann var að skipta peru bara, Ég náði hefði ekki upp. getað það alveg sjálf. Og hvað er þetta? Sami líkill og ég var með? Nei, þetta er kellarlykillinn. Hann hefur aldrei notað hann. Já, En það, ekki Villi. Þetta eru félagarnir. Félagarnir, já, maður er til þess að nota þá. Já. Herðu, þetta lag, það kemur sem til greina. Og Kemur ekkert í greina, það er unnið. Þetta er unningkeppni. Jæja. Herðu, við verðum víst að halda áfram, í miður. Haltu þá. Já, ég vil bara biðja um að fara, núna. Ég tek blómi með. Og reyndu svo ekki að kalla á mig þegar allt gengur illa hjá þér. Jæja. Svona held ég að sambúð gangi oft fyrir sig, hugsa ég þekki það ekki. Það er svona upp og niður, sveifla. Nú, en það er komið að földu myndavélinni. Og það var svo skemmtilegt að það kom dagur daginn sem var 1. apríl. Þá hlupu allir út og suður og við fórum út á flugvöll. Þá gátum við látið alveg eins og vitleysingar því að þá sakaði ekki að plata alla. Enda féllu margir í þessa gildru okkar út á flugvelli. Ég notaði sama mann og stóð sér svo ágætlega á Selfossi. Hilmar Helgason, sjómann frá Hólmavík, sett á hann hárkollu, skellti hann í hvíta skyrtu og bindi, sett hann í afgreiðsluna. Svo kallaði hann upp fólk og fólk er alveg grandalaust heima hjá sér, annars vegar, og svo þegar það er búið að tekka sig inn í flug. Það er tilbúið og er komið í huganum til Akureyrar og Egilsstaða. Við báðum að kalla upp fólk sem var á leið til Egilsstaða, biðja það að fara til Akureyrar og taka bíl og yfirfullar vélar og það voru þarna fréttastjórar og ráðherrar og athugið, þetta voru mennir sem hlógu mest. Gjörðu svo vel, falda myndavélina á Reykjavíkurflugvelli. En má hann setja undir sér? Ekkert frekar. Má einhver setja undir það? Má einhver setja undir mig? Já. Er það ekki? En segðu mér... Hvað setja þær inn? En ef við setjum þig í fraktina, hvernig líst þér á það? Já, alltaf bara koma sko. Hvort þú vildi vera svo lélegur við okkur að hæra þér til í helginsjón. Það gerir nú ekki. Já, minn sko, held að líkandi sko. Það er minnsta málið. Sko, treystur þau til að vera í fraktinni? Fram í? Já. Í lestinni? Já, svo verður. Þá ertu nú búinn að gera mér mikinn greiða ef þú vilt setja fyrir mig undir henni Kristleif. Undir? Hún heitir Kristleif, hún er nú hérna frammi, en sko ég veit ekki eiginlega hvort að þetta er mikið buff. Hún er ekki með mikið farangur, en hún er 140 kíló sem setur undir þessu. Ég hef ekki aðgröðið, það er fyrir. Það er stóru vél að komast ekki frá góðum. Það eru skíðavél eða það? Já, það eru skíðavél sem að sko á Akureyri. Og bara hún stendur opinn og í gangi, staðinn á allt klárt, svo bara beint. Þið ætlaði að gera þetta fyrir okkur. Þetta er alveg flug, menn þetta er ekki einhver maður sem það vilji gæra. Það er valið það sem fyrsta túr. Hvernig er sættis? Hver er það? Hvað sýnir? Hver er það? Sem verður flugmaður? Já. Ég á hann og það geti verið Ríkharður Jónatansson. Hann er frægur af endemum fyrir fund á Ísafirði í dag. Já, er það miðilsfundur eða? Nei, það er morfínsfundur. Morfínsfundur? Já. Heyrðu,
En hvað er þú verið að funda morfín eða eru þið með morfín á þessu fundinu? Morfís. Sko, til þess að koma þér hérna vestur, það eina leiðin Patreksfjörður. Já, það verður bara skíð og skautar eftir það. Og með svo helviti margt í vel. Ég var að koma. Já, en þú ætlaðir ekki að myndinenda hérna? Nei. Oddur Gústafsson. Já, vilt ekki fara bara á vörðu? Við erum konum allt og mikið í vélina. Það skiljið mér. Nei. Ha? Heyrðu, er þið sama þú fara á Patrón? Patrón? Og hvað? Hefur það eitthvað staðan? Róa ekki bátarnir eitthvað vestur? Nei, ég ger það. Ég fer ekki með bát á Patreksfjörði. Ég fer með flugvél alltaf á Ísafirði og ég fer með flugvél. Ha? Er það hægt? Það ýmislegt hægt, sko. Við erum búin að setja á sko. Þannig að það komast ekki fleiri þar. En ég fer það bara á morgun. Á morgun? Nú, það væri nú það albesta, sko. Steingrímur Jór Sigfússon beðið að mæta í afgreiðslu. Ég var að vona að þú bjargir mér. Hvernig gerir ég það? Þú sér ekki, Sunnan við erum á leið vestur. Jú, alveg sjálfsagt. Hann er hræddur. Hann er hræddur og það þarf að hérna setja undir honum. Það er að taka við honum strax eða? Já, jafnvel. Já. Allt ekki neitt. Þetta er bara bjókir og heimavinir og gott. Það er fyrir samtalið og Vinna fyrir bílinn. Já, þetta var Hilmar Helgason að Reykjavíkurflugvelli og síðast var Steingrímur Jór Sigfússon og sendum ykkur öllum bestu kveðjur. Það tóku allir þessu mjög létt. Sérstaklega vil ég þakka starfsfólki flugleiða á Reykjavíkurflugvelli, Lifburð, stúlkonum þar. En þá er komið að tónlistarviðburði hér. Hljómsveit er ein á Íslandi mjög vinsæl og hefur verið undanfarið 5 ár. Það er hljómsveitin Riksjó. Nú, það hefur lítið heyrst til strákana í Riksjó undanfarna mánuði og það bíða margir spenntir. Þeir hafa verið svona að veit ég að vinna að plötu og safna efni og þeir vilja ekkert segja mér en ég veit að bandarísk stórfyrirtæki er að reyna að krækja í strákana og þeir fara til Bandaríkjanna hvort sem þeir líkar það betur að vera. En ég fekk þá til þess að sína nýja hlið á sér og koma hingað leika lag sem að þeir Dagur Hilmarsson og Richard Scobie hafa samið. Það er ný tegund tónlistar, rockabilly og textan gerir Richard Scobie og lagið heitir Hot Rod Made for Love eða Bíladellugæinn. Riksjó, gjörðu þið svo vel! I'm sitting here in my foreign contraption.
strákarnir í Riksjó, líklega aldrei betri og sýndu nú á sér nýja hlið Rockabilly. Það eru alls konar tónlist sem þeir eru að við að sér að semja sjálfur og þeir ætla sér stóra hluti og ég spáði þeim fram að. En hvað það komið að máli vikunar? Það var erfitt að finna eitthvað sérstætt nema þá verkfallsmál og ég ætla ekki að blanda mér í svoleiðismál. Nú, þessna datt mér í hug að við erum að kveðja núna einn litríkasta stjórnmálamannin okkar. Hann senn á förum næstu helgi og margir sem eftir að sakna hans. Ég bað hann að líta við í kvöld. Líta inn. Gjörðu svo vel. Stjórnmálamaður. Já, og velkomin. Takk. Þú ert á förum til Parísar, ert að fara til Parísar og er þá allt orðið bara sætt og gott í pólitíkinni hér heima? Já, það samkomulag það ósamkomulag sem samkomulag Nú, en hafið þið Þorsteinn til dæmis haldið fundi og sæst? Sko, við Þorsteinn hefum hist á göngum og ég hef sagt hæ og hann hefur sagt halló. Þannig að þú sér það við rætt þessi mál mjög ítarlega og eru góði vinnir á eftir. Þú segðu mér, ertu þá sjálfstæðismaður? Sko, síðan til ég alltaf sami sjálfstæðismaðurinn í borgaraflokknum og sami borgaraflokksmaðurinn í sjálfstæðisflokknum þó ég sé hulduhörnum og helgum en það fullar sættir. Það fullar sættir? Já. En hverjir eru þá þínir stuðningsmenn? Sko, þú þarft nú ekki að spyrja svona minn stuðningsmaður hefur alltaf verið litli maðurinn, small boy. Já, það Og hver þessi litli maður? Með minn sjáðu til, sko, þessi litli maður, þú ættir að kannast við hann. Þorsteinn Pálsson hefur aldrei verið talinn hávaxinn maður, þannig að hann nú stuðningsmaður minn. Já, nei, hann hefur náttúrulega aldrei verið hávaxinn, við vitum það náttúrulega báðir. En svo að Þorsteinn, við vitum að hann hefur aldrei verið svona mjög hávaxinn maður, en þú fer sáttur við allt og alla hérðan? Já, ég fer sáttur og ég vil bara segja þegar ég fer við litlu Gunnu og litla Jón að það ekkert að óttast þó ég skreppi í 5-6 ár til Frakklands. Því að, já, hvað sagði ekki maðurinn, eigir jakki í frakki nema síður sé. Já, en eitthvað að lokum, ég vil nú óska þér góðrar ferðar, þér og eiginkonunni, gangi þér vel. Vertu bara blessaður, vertu hress og ekki stress og vertu bara bless. Þetta var að sjálfsögðu Jóhannes Kristjánsson og þarna var hann í gervi Alberts Guðmundssonar þess ágæta manns sem að kveður okkur á sunnudaginn og ég ætla að nota tækifærið að senda Alberti og Brynhildi eiginkonu hans bestu óskir fararheill. Og þá komið að loka atriðinu hjá okkur og það ekki ráðast á garðinn þar sem hann léttastur. Því að í dag síðdegis lenti á Keflavíkurflugvelli þyngsta hljómsveit í heimi. Það breska hljómsveitin Mammoth eða Mammútarnir. Og þeir hafa verið að hasla sér völl í bresku poppi, þungarokki, svo nefndu. Þeir voru í erfiðleikum á leiðinu með flugleiðum, það voru lítill matur sögðu þeir og þeir þurftu 2 sæti hver. Þetta hljómsveit sem spáð miklum frama og þeir auðvitað byrja í íslenska ríkissjónvarpinu núna 5. apríl. Nú, það eru 2 menn sem eru svona þekktastir líklega, það söngvarinn Nicky og síðan það bassaleikarin John McCoy sem var aðalmaðurinn í hljómsveitinni Gillan. Nú, en þessari þyngstu hljómsveit, meðal fallþungi sveitarinnar 160 kíló og þeir voru að tala um strákarnir áðan að trómuleikarinn vildi ekki stól heldur sofasett. En þeir ætla að leika hér fyrir okkur, þetta eru mikli ljúflingar, léttir og kátir og þeir ætla að leika lag sem heitir Can't Take the Hurt og þetta í sögulegu viðburður talningum fyrir þá sem hafa gaman að þungurokki, hækkiði aðeins í tækjunum og njótið í fyrsta sinn á Íslandi hinn viðfræga hljómsveit Mammoth!
thank you very, very much. Thank you. How was it to be here tonight? It's a great pleasure for us to be here. It's very hot to be here. You have to know, you are in Iceland. This is Iceland, já. Svo maður hafa ágjör á 2-3 kílóum. Þið gaman smá geta þess að þessi mammútar hérna fyrir aftan mig, að þeir eru nákvæmlega 1 tonn. Viljið þið lyfta? Elsa, þarna hún, kemur hún. Og þetta mikill heiður fyrir okkur Elsu að fá það ykkur hérna í kvöld. Ég líka búinn að fá samningu. Svona ekkert. Þessir útlendingar eru stórhættulegir. Ég og hann á föt, skal Já, það ekki? Jú. Þetta stór stund. Þetta eigir 5 manna tjaldheimi hjá þér. Já. Bara, passa kannski einu narbúsur. Það var skellokkur með þeim eitthvað. Já, ég hef ekki það. Jæja, það var gaman. Komið að lokum, við erum komin örlítið fram með tíma, beð velvirðingar á því og þakka gestum mínu hér í sjónvarssal, þakka ykkur sérstaklega sem að sátuð heima í þessu góða og fallega veðri, inni hjá okkur að sjálfsögðu að horfa sjónvarpið og hittumst í síðasta þættinum að hálfum mánuði liðnum, verið góð hvert við annað. Og bless, bless! Og bless! Guð geymi ykkur öll!